Oj. Ok, hvað það? Ok, nú Birkir ekki, sko Já, þegar þeir lifti mér upp eitthvað á tillingnum Gætum mögulega gert það, sko Já, en það er ekki aðal tilgangur Það verður samt gaman að prófa það Já, Ok Liftaður upp á til já Þeir eru herri en ég, stík honum inn og standu Shit, hvað er gaman að sjá ykkur með báða komum með glerugu Góðan og gullfallaðan daginn Gullfallaðan daginn. Halló Það er svo fyndið hvernig þetta byrjaði podcastið veist, þetta veist, fyrir 3 árum það bara, búblur og bjór veist, ógeðslega gaman núna bara glirugunu svo við getum lesið engar búblur og engin bjór Nákvæmlega Allir eldræsrólega á smótni vaknaðum allir 6 í morgun Þetta er eins og sko, koma inn nýtt samband Ég veit Það eru allir að ríða fyrstu 3 mánuðin og svo bara ég vil bara kúra og horfa á Netflix ég seti upp glerugun og hún fyrir eitthvað bara förum að prjóna og prumpa fyrir fram hvort annað kannski prjóna, ekki prumpa Nei, þú kannt það við gerum ekki svoleiðis Nei, við gerum ekki svoleiðis Ógislegt það er bara bannað Híglöst fyrir fram að konuna mína Nei Híglöst Nei, maður gerir ekki svoleiðis það er don't-know Akkur er það don't know Ég bara eitthvað Viltu frekar fá illt í maðan, er það málið? Nei, maður bara stendur Jesus, ég nú seti í vitlausum stól í stúdíónu Já og það er eitthvað dólgur komin í mig Þetta er daðadólgurinn Daðadólgurinn Já, Maður þú sættir hann á stað Nei, maður stendur bara upp og lappar aðeins fram og eitthvað svona, veistu, síðan alveg svona aðeins að fela, sko Hvernig hafið það? Bara góður, sko Ekki? Jú, þú er rosa fínn en þú sjálfur Birkir mín Bara aldrei betri Aldrei betri Ég held að það sé bara upp á með tippið núna og bara, er það ekki eitthvað að saying? Jú, já Upp á með tippið, Já. hvað þýð það? Bara hress og kátur Er það ekki? Upp á þér tippið Já Það er uppi á mér tippið Á Ég er búin að segja þetta villist alltaf hefur greinlega Potato tippi Potato menna ég Potato Potato tippi Hörðu eitthvað að fylgjast með Eurovision? Nei, ekki neitt Nei, ég horfði á hvenær var það? 50daginn Já, 50daginn horfði ég eitthvað aðeins á byrjunina það var fyrsta lagið, ég man ekki svona hvað landa var það neitt en stelpan sem var að syngja var mjög stóra hæfileika Vorum með 2 hæfileika Já, og var með 2 stóra hæfileika ég fílaði það lag ég man ekki hvernig lagið var en ég ætla að kjósa það Ég horfði á fyrsta skipti sem eitthvað Eurovision-legt poppaði inn á TikToki hjá mér í gærkvöldi þegar ég var skóla það var Bretland með lagið 1, 2, 3 Heinz? Ég er svona Rammstein Nei Heinz 2, 3 1, 2, 3 2, 3 á þýsku Frá Englandi? Já Makes no sense No sense Það er frekar að tala eitthvað arabist Það er þýsku Nei, náttúrulega Arabíulöndin mega náttúrulega ekki taka þátt í Eurovision Nei, Bretland ég er að Nei, ok Skiljum þetta bara eftir á gólfinu Ég ætla ekki að fara lengra með það Ég var að reyna að veiða þetta upp Ég ætla ekki að fara á það Ég er nú þegar að byrja að móka hólu sko. Hvað varst að meina þetta? Nei Þetta er svolítið skemmtileg dagur Eurovision Já. og Kosningar strákar Rók og rigning úti Ha? Já Nei. Heyrðu þið viðtala við Sigga Storm á bylgjunni Nei að því að Fróbekka og við erum ókslega gamlir Sigga Stormur á bylgjunni Ég
hlust ekki á fréttir þau because I'm still young. Í Reykjavík síðdeis minni mig, frekar en bítið þá voru að tala við Sigga Storm, það veit hvað Sigga Storm er þjóðargeismi, og þeir eru að tala við hann hvernig kosningaveðrið yrði og eitthvað svona og hann kemur með þá sturlegu staðreind að ef það er leiðilegt veður þá eru fleiri vinstrimenn sem mæta eitthvað kosningastað heldur en hægrimenn. Þannig að hún er leiðilegt veður, þannig að eftir hans speki að þá koma vinstri sveifla inn í kosningar núna í dag sko. Ekki aftur, ekki meira. Ég vona ekki, en hægrimenn nennar greinilega ekki út í leiðilega veðrið. Það er ekkert leiðilegt veður, hvað mennur? Það er smá rók og rigning sko. Það er ekki rigning. Þetta er greinilega hægri maður fyrir honum með þetta, veist. Já, nákvæmlega. Nei, ég fór og ég mætti og ég kvittaði upp á mitt hægra plagg. Já. Simmi kongur Yeah, buddy. Ég er eftir að kjósa, ég bara veit ekki hvað ég kjósa fyrir Garðabæinn, sko. Nei, hvað ætli Garðabæingur í kjósi? Hvað skilti það vera? Mögulega Sjálfstæðisflokkurinn. Já, það er náttúrulega búið að exa fyrir þig á Sko, þeir eru búin að standa sér svo vel í Garðabæ. Ég veit það. Í öll þessi 10 ára. Til hvers að breyta? Okkur að laga eitthvað sem er ekki bilað. Já, á ég að vera eitthvað ég ætla að prófa eitthvað annað. Nei, ekki séns. Nákvæmlega. Klálega besta sveitarfélagið sko. Já, þá ég bara stengleimi á kjós. Það er svo típist ég. Á ég að gera eitthvað í dag. Já, ég er bara að vera Eurovision. Eins og með Eurovision, ég hef ekki heyrt neitt lag, en ég spái Ísrael vinni. Já, ég bara bet the farm on it. Kemur ekki óvart. Allt verður crazy. Nei, það er mitt, til dæmis svo í fyrra, þá lendir í öðru sæti eða ekki? Maður ekki. Eða þriðja, eða whatever. Ofalega. Og mjög ofalega. Ef ekki glóru. Og í þessum sko litla hávara hópi sem er Free Palestine, allur heimurinn er ekki þar sko. Nei, ég veit það. Veist, það er einmitt máli. Ég held einmitt allir eru bara nei, við erum komin leið á ykkur með þessa fána bara, veist, það er enginn að ráðast okkur núna shut the fuck up og kjósa Ísrael. Ég veist, ég er á móti þeim líka sko. Ekki fánar heldur, veist, Ísrael. I don't give a shit about them sko. En höfum við kosningar eftir kvöld? Nei. Við erum ekki að taka þátt, þannig við kjósum ekki. Ertu alveg viss? Já, ég er nokkuð viss sko. Út af því þegar við dettum út þá getum við líka kosið. Já, ég ætla að þetta litla brot sem ég horfði á 50-daginn, þá var það að tala að Ísland er ekki að kjósa þá. Þannig ég býst við að við sem ekki kjósa því við erum ekki að taka þátt sko, nú erum við bara að horfa. En út af því að við vorum ekki að keppa þarna. Það voru bara löndin sem voru Já, forkeppnin. Já, eru þá öll lönd í heiminum að kjósa þau? Nei, við vorum ekki með. Ameríka hefur aldrei kosið í Eurovision sko. Nei, ég er að tala um Evrópu. Öll lönd í heiminum, sagðirðu. Sagði ég það? Já. Það er greina, herðu þig, við fengum skammir fyrir senasta það sko. Nú, hvað? Fyrir kaldapottana. Já, við fengum bara haturspósta. Já. Það er bara Messi og Ronaldo, þeir fara báðir í kaldapottin. Það er bara ekki rétt. Ég stend samt á því að þetta er kjaftaði sko. Það er til bóla. Ég þarf eiginlega að hlusta hann á þetta aftur þetta. Greinilega hef ég sagt að enginn notar þetta. Já, ég held ég hef sagt það líka sko. En veist, það er náttúrulega fullt af fólki, veist, allir íþróttumenn gerir þetta, en þetta virkar ekki. Nei, þetta gerir helt hvað. Nei, þetta er bara placebo sko. Þetta er bara placebo. Já, ég held að þetta er svona eins og að borða holt og hreyfa sig og sofa vel og eitthvað, þetta er bara kjaftaði. Þetta er allt myth. Já. Er það? Já. Ég meina, við erum ekki með þátt ef við segjum ekki eitthvað vitlaust og pyrrum eitthvað sko. Herri, ef þið takið okkur of alvarlega þá it's your own fault. Þá er eitthvað að. Akkurat. Nákvæmlega, við erum bara 3 miðaldra karlmenn sem vitum ekkert hvað við erum að tala um. Ég veit ekki neitt. Nei. Vitið þið eitthvað? Ekki neitt skapaðan hlut sko. Okay. What the fuck? Herru, ok. En hvað ætlum við að gera? Við ætlum að fara yfir Urban Dictionary. Ekkert segway.
Herri, jú, lesum eitthvað ég hef ekki hugmynd hvernig ég á að segja í Urban Dictionary hvað er Urban Dictionary? Urban Dictionary er sem sagt svona crowdsourcað orðabóks á netinu og þetta var stofnað 1999 af Aaron Peckham og já, þetta var sem sagt upprunalega svona orðabók fyrir slangur og svona kultúra orð eða eitthvað svoleiðis, cultural words and phrases sem er svona venjulega ekki fundin í bandarísku eða svona ensku tungumáli. Já. Ok, nice. Eins og hvað? Eins og þið veitir hvað Pokémon er. Já. Pokémon. Pokémon? Charizarding ef við bara dembókum okkur Charizarding já, fígúran Charizard sem er svona lítil svona eðla með svona eld eitthvað power, ég er ekki mikil Pokémon það var mjög, þú byrjaði samfærislega og séu bara svona já, ég sé samtalið fyrir mér, þetta er svona eðla með svona skott með eld á skottinu held ég og eitthvað svona, þetta er eitthvað svona eld karakter í Pokémon Pokémon og bara þannig, ok Charizarding, ég ætla bara að segja þetta á ensku þannig að það er þetta beint því þetta á íslensku Charizarding is when you light a girl's pubes on fire okay. Charizarding is when you light a girl's pubes on fire put it out with your jizz then flap your arms and say you don't have enough badges to train me ok, vá og ég er kannski að koma því að núna ekki hafa börn í bílnum á meðan að við erum á meðan að það sem þætti stendur mamma gæti pjúps ég var ég með nokkra svona en ég var alveg að ætla að hafa þetta svona bara svona hitt og þetta eins og bedrotting bedrotting eða heilum degi í rúminu og skrolla og borða snakk og forðast allar skildur bedrotting já, hvað segir ég? Svona rúmrott ekki bedrotting rúm bed já, B-E-D all of the bed og ghosting að ghosta eitthvað já, það er náttúrulega mikið notað já. Og simp útskýrðu hvað ghosting er ghost, já, það er sem sé þegar ég bara ákvað við erum búin að tala saman rosa mikið og svo bara loka ég á þig og svo bara loka ég á þig já, hættir að svara já, þá er ég að ghosta þig já, þetta er oft talað um þetta þegar það hitt eitthvað á Tinder eða eitthvað svoleiðis og þá er þetta oft svona bara he ghosted me oh god, he ghosted me en og svo simp maður að vera simp já, hvað er það, Birkir? Að vera simp Birkir er algjör simp, sko að vera svona api nei, ekki beint Simpasi Simpleton þetta er svona, ef ég væri að segja við Davíð alltaf, oh my god Davíð þú ert svo fallegur, þú ert svo æðislegur, ég elska þig svo mikið og bla 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 og halda áfram svona og ég fæ ekki tilbaka það gefur mér ekki tilbaka okkur er þetta ekki gefa hann tilbaka og þá er ég simp já, þetta er líka eitthvað svona manneskjan, sérstaklega kallmenn sem kannski gera allt á heimilinu dæmis, og konan gerir ekki neitt þá er þú simp Birkir, þú ert simp nei, ég er trophy husband þú ert trophy husband sem tekur samt til og þrýfur og eldar og selmbarnin that's a trophy husband já hafið þið einhvern mann verið með Irish handcuffs? Nei svona írsk handjárn? Nei, þetta er hljóma skemmtilega já, ég hef alveg verið þess oft það er sem sagt þegar einhver manneskja er með alkohóliska drykki í báðum höndum á sama tíma er það Irish handcuffs? já, þá getur hann ekki gert neitt, hann er með drykki í báðum höndum þannig að hann getur ekki opnað hurðar eða getur ekki tekið hendur að neitt það er svona Irish handcuffs maður verður alveg verið þarna ekki? Jú, viski í einni, bjóri hinni já svo ákvaði ég einhvern tímann bara hella restina bjórnum minn út í viskið, það var ógeðslega gott já er það líka Irish handcuffs þegar þú fastur með 2 titlinga í sikuru hendri? Nei, það er San Francisco handcuffs
You should know. Við erum að hugsa mér samkynninustu borg í heimi þá mér San Francisco Ekki Berlín Hún alveg slæm Já, reyndar Vitið hvað hérna Dirty Sanchez Ég hef heyrt þetta Maður heyrti þetta svo oft en komdu nú með lýsinguna Þetta Komdu með lýsinguna Dirty Sanchez Dirty Sanchez Það þegar þú ert að þegar gælan að ríða þér hún stingur puttanum upp í raskata þér og sé klínir hérna skítnum undir gerir yfirvarskegg Dirty Sanchez Alveg rétt Þrösturinn að blikka okkur núna og svona þykjast blikk Þetta er náttúrulega bara viðbjöður Nei, takk Fá smá rassa ilmarna maður Nei, þetta er þinn rassa ilmur maður Hvað er það? Samt Is it gay? Yay or gay? Er þetta yay or gay? Sko þú náttúrulega ert að sofa hjá konu þegar þú ert aðeins Já en ef þú fílar þetta þá kannski, ég veit það ekki en þú veist, ég held að þetta sé Yay. á línunni sko. Þetta er yay Já, ég held að þetta sé yay It's no gay Já, Þrösturinn talandi eitthvað svona Sexting Sexting ekki texting, ekki sexting það veit allir hvað sexting er Já. heldur sexting það er sem sagt þegar þú ert að texta vini, ástvini og ættingja á eitthvað svoleiðis á meðan þú ert að kúka shit, texting, sexting Og Hvað er í gangi með ykkur og eitthvað rassadæmi núna? Rassafettisi þetta alveg að drepa ykkur 70% af Urban Dictionary er eitthvað með rassa og Nei, ég var með alveg fullt af einhverju svona Já. leið og þið byrjuðu þetta þá var ég alveg byrjaði að skrolla bara shit, þetta mitt er alveg svona veist, að vera NPC behavior non-playable character Já, Já. og var þetta svona backgrounds Já, persóna já, sem hérna Daví gerði einu sinni þegar við vorum á einhverjum gaybar og allir voru að tala um mig þá varstu NPC já ég var 100% NPC sko þar Davíð enga aðtegli sko Daví pikaði í mig það gæti verið on fire og enginn myndi taka eftir Akkurat ég ekki bara það er allir svo næs hérna maður wonder why Og svo er að flexa að flexa að vera að monta sig sko. I'm flexing ég hef aldrei verið að flexa maður You're right Nei, þú varst að tala um að skreita jólandri með 10 köllum en rétt á hann off air off air Það var flex Það er ekki það, hann er að byrja á réttum tíma Það er mæ núna sko Hann er að akkurat. safna tísköllur okay. til að útskýra það svo fólk er eitthvað bara what the fuck það fannst mér fyndi ég ætla að senda ykkur þegar ég var með einhver bunga af einhverjum peningum og ætlaði að skreita eins og vanlega já, As one does jóladrið með 10 sköllum og ætlaði að skrifa Garðabæ er þetta kallað close-up jólin í Garðabæ Já. en kona mín harðskammaði mig Já, bannaði labbaði inn á mig hvað er það að gera? fljótur að taka peningana ekkert herðu, vitið hvað hérna Cleveland Steamer er? Cleveland Steamer Já, Cleveland Steamer ekki googla Nei hvað haldið það sé? Eitthvað með prump að gera Þröstur? Cleveland er það náttúrulega ekki þekkt fyrir raskat En samt er þetta eitthvað raskat Þannig að Já, byggilega þetta er eitthvað prump í prump Nei, þetta er þetta er slangur yfir þegar einhver kúkar á bringuna á einhverjum Og ég bara Já, ég meitt Davíð alveg bara það var einn gæl og ég segi þetta, já ok Já, hvað með það var einn vinnur okkar sem var hún gerði það með gælum og hún gerði svona Cleveland Steamer á hann Viljandi óvart sko hún var í reversed cowgirl sem kom svona lambaspörður þá
bringuna Oh my god og hann þorði ekki að segja Úti hvað þessi þáttur að fara Oh my hann þorði ekki god að segja henni og skaut lambaspörðunum einhvers staðar. Oh my god Anyway, næsti Ég hef aldrei prófað reverse cowgirl af því að ég sný aldrei baki við fjölskyldunni sko Nú fyrir fólk að spóla tilbaka Ha, hvað sagði hann? Og ég bara Og þetta er náttúrulega rosalega skemmtilega orðið hérna Delulu Já. You must be Delulu Já Já Hann náttúrulega fann þetta upp Hérna, TikTokarinn, svarti Já. strókurinn Já, hann er mjög fyndinn Hann er mjög fyndinn Já Ma'am, you are Delulu Jesus Christ on a motorbike Hérna, Þröstur Já. Nennir þú að googla hvað haldið þið að Rusty Trombone Rusty Trombone Sko, ég meðan þú ert að tjekka á þessu það er sem sagt Blue Waffle Nei Ha? Ekki googla Blue Waffle Ekki? Nei Bara tristið mér Ekki googla Blue Waffle Hvað er það? Þetta ég ætla að einmitt að spyrja Ég veit Það er sýking sem konur fá Nei, þarna niðri í alvöru og það er hræðilegt Blue Waffle Sko, mér var sagt ekki googla Blue Waffle þannig ég fór á sjálfsögðu og photosearchaði Blue Waffle og ég er ennþá með þessa myndir fastar í haustum á mér Já, það stendur hérna sko veist, að þetta kynnsjóta sem traumatized Já Það eru mörg ár síðan ég googlaði þetta og ég er ennþá fast í haustum á mér sko. Þetta, it nearly turned me gay sko. Þú veist titturinn sko. Ertu með Rusty Trombone? Rusty Trombone Já. Þetta er þegar konan er að stinga dungun upp í raskadaður og er að tósa í hann á leiðinni í leiðinni Já, á sama tíma I love it Þrösturli Byrjum þetta í afmælisgjöf Nei, veist ég held ég bara að fá gólkilur ég bara Konan er one night stand Veistu hvað Rusty Trombone er? Svona eitthvað Nei Sér bara Sjö, stingdu tunguna þarna Já. og tósaði þetta hérna Eigið þið eitthvað screw-in-ear? Screw-in-ear? Já Nei, hvað? Það er sem sagt minjagripur sem að þú hefur tekið eða stólið eftir að þú sefur heima hjá okkur Stela nærböksunni hjá konunni eða eitthvað Já, eða bara blómavasa eða kertastjaka eða eitthvað þú ferð þess að heim með ykkur og stelur ykkur eftir að þú ert búin að sofa hjá það og það er screw-in-ear Þetta er svo klíka þetta er eins og að þú veist að drepa eitthvað og geima eitt hlutfræð með eitthvað hárlokka eitthvað þetta er ógæslegt Fínu mest af sko Gerir þú svona, Davíð? Nei, ég er alveg hættur í sko Mér fannst alltaf skrítið að það hvarf alltaf eitthvað eftir að þú varst heimsókn hjá mér Já, það ekki En svo hættur að sofa hjá mér þá hættur hlutur að hverfa Já, það er bara svoleið Þetta er það sem við vorum að tala um áðan, Birkir Ok Beef walk Já Bethwalk Beef walk Going outside or away from the group in order to fart with less consequences Ok, nice Það heitir beef walk Sem sagt ég beef walka heima Já Every day Because I'm a hot beef Já Þú ert beefcake Svo gerir það ekki hér inn í 3 fermetra lokuðu herbergi sem við erum núna Ég hef aldrei prumpað þetta inni Nei, ég er að djóka hér Wow, ég var bara, what? Já, það er rétt Excuse me? Bara, take that shit back Já, satt Þetta var líf Hörru, touch grass Touch grass Touch grass Já Er það ekki þegar Ég er greinlega með saklausu
orðin úr þessi orðabók sko. Er það ekki að þú verður að tengja stjörðinni eitthvað? Já, bara slaka á eitthvað neginn Já, sem sé, fara offline Já, Þú ert búin of mikið online já farðu út, touch grass Já, það er náttúrulega tölu þetta hérna Wicked leikurandar eitthvað mann og það ekki Þar heyrði ég þetta fyrst sko Það er Wicked líka, Ariana Grande og svarta psychopathin Já, þær voru í ykkur viðtali eitthvað Það byrjaði að tala Okkur það er ekki bara hinn psykopathin Já, Það er út af því að það eru eiginlega báða lítar en alltaf leið Herri, Arist Aktrast What the fuck? wow The Arist What the fuck? Hvað ertu að reyna að lesa? Artist, eða hvað er það? The Aristocrats Wow, Hvað varst að segja? ég veit það ekki Oh my god The Aristocrats Wow, Aristocrats. lesblindan fór bara veist, 0 upp í 100 hérna sko. Líka sko leið og ég sá andlit á Davíð bara that's wrong, þá bara svona fóru allir stafindi bara svona í allar áttir Súpu það var bara svona panic mode Veitu hvað það er? Nei, Hvað? hvað er það? Svona það sem markmiðið er að vera eins ógeðslegur og hægt er með brandara Þetta er hérna Bob Saget sagði hann Aristocrats brandarann hérna fyrstur hérna í Bob Saget Já, America's Funniest Home Videos já Hann var eitt grófasti grínisti Já, alveg rétt ever Já, og hann sagði sem sé Aristocrats brandarann ok og síðan eftir það hafa grínistar verið bara á milljón að gera þennan brandara eins ógeðislegan og hægt er að hafa það Ok Ég til í það I'm so ready for that shit Herru ég er með hérna The Upper Deck Upper Deck, ok Já, hvað er það? Everett ekki, brjóst Brjóst? What? Nei, hvað? Er þetta svona breskur strætó eitthvað? Nei, Nei þetta er þetta er þegar og þú hérna opnar hérna vasthangin á klóstinu og kúkar þangað Oh my god Til hvers? Til hvers? En líka að bara gefa sér nafn Hvaða rugl er þetta? Þröstur Jesus Christ Maður sjá Hvað er að fólki? Já, nákvæmlega Opna vasthangin og kúka honni og Já, stípla Þetta er, hefur aldrei gert þetta? Nei, veistu ég aldrei Herðu, hvernig var að gera þetta með vegghengt klósett? Svona innbyggt klósett Já, Það nei, er svolítið tricky sko. það er trikki Já, Það er svolítið trikki Þú þarft eiginlega að vera með svona lítinn barnarast til þess að stinga hann inn í gatið í veggnum Jésús Herðu, moving on Hörru, Þröstur, Já, nennu þú að googla já Chocolate Rain Rain Virkilega ég, Coat Og síðan, veistu það? Coat? Coat Já, coat, wow Coat? Guð minn góð Chocolate Raincoat Taka lestra réttindið í námður bara Ég er búin að segja þér, veist, þá byrjur, ég kann ekki að lesa I can't read So good Er það ekki? Já, einmitt Sko, eftir þegar ég kem heim í kvöld og ef kona mín fer að kíkja hvað ég er búin að vera að googla þetta Search history hér Hvað er að þér? Kona er verður að leið Vonandi er hún ekki að leita hugmyndum allavega Já. Sko, það er search history hér Nei, hún verður að leið Ok, ég ætla að koma honum á óvart Ég ætla að gefa honum þetta í ammælisgjöf Akkurat, hann er búin að leita mikið að þessu Sko, það er ekkert nákvæmlega eitt fyrir þetta Fyrir Rainbow Þú sagði ekkert rainbow Nei, ég meina Chocolate coating Chocolate Raincoat Já, Chocolate Raincoat Já. Jésús minn almáttur Segja það ekki byrjun Coat. Nei, Okkur, veistu, enskan er náttúrulega bara fáralegt sko. Hún er það, vissulega á stundum en þetta er hún mjög einfalt sko En, veist, við ætlum að segja F En það er, veist, PH Já, Veist, okkur ekki nota F já
stundum með píð bara silent alveg algjörlega Já, why? Pterodactyl Hræktir á mig that went in my eye my beautiful eyes Nú vil ég eiginlega fá að vita hvað þú ert að meina Chocolate Raincoat Já. Hvaða lýsingu fékkst þú? Settu Urban Dictionary fyrir aftan Ég fekk enga lýsingu Það var bara, veist slangu fyrir ógæslegt kynlíf Það eitthvað niðurgangur yfir manneskjuna Já. eitthvað sko alveg pottitt Þegar þú ferð í rekkápu og þú fara niðurgangi yfir hana Akkurat Það hlýtur bara að vera Það bara getur ekki annað Það verið eitthvað svo leiðis Þetta bara í sjálfu sér Já, sko það sem Urban Dictionary segir bara að þú veist, þú ert með smokk og ert búin að vera að hamast í anal og hann verður dekkaður af súkkulaði sem ekki súkkulaði Nei, akkurat Ég held að þetta var í niðurgang Disappointing Þetta var disappointing Það getur alveg orðið það Farðu með hann á KFC og svo bara beint í þetta Hérna hafið þið tekið FL-turnin? Nei, ég hef aldrei prófað hann Þú veist hvað það er? Já, ég veit hvað það er F-turnin, Já. þau ert að pissa Nei. í stampínu Nei Hæ? Ég og Davíð getum tekið því FL-turni núna sko. Já Og í Ok, hvað er það? Ok, nú byrkir ekki sko Já. Þegar þeir lifti mér upp eitthvað á tillingnum Gætum mögulega gert það sko Já, en það er ekki aðal tilgangur Það verður samt gaman að prófa það Já Ok Liftaður upp á til Þeir eru herri en ég, stingunum inn og standu Aðal Er það ekki piggyback? Aðal pointi með FL-turninum er að einn er sem sagt að doggi að eina mannesku Já. og svo er annar á móti að fá BJ Já. og þeir gera svona high five yfir Já. og þá er það að mynda sem sagt svona FL-turnin með höndunum Haldast svona í hendur svona upp í loft móti hvoru Ok, ég til, hafa þetta sem cover á þættinum Jæks No Akkurat Þetta er alveg Hvert djúvill erum við komnir bara í svoran hérna Vissum hvað við varum að fara út í með Urban Dictionary Ok, sko. Rainbow Kiss, nennur að googla það líka Rainbow Kiss Já, Rainbow Nú áttu bara eftir að fá einhver barnaleikfang fyrst sko Rífeng Veistu, bara, ég vildi ekki einu svona segja mig frá þessu sko. Nei, ég veist ekki skrítið sko En það, veistu Þú hvað veist það er? að- Hvað Nei. heldur að Rainbow Kiss er? A Rainbow Kiss Ég veit það ekki maður Þú veist færði það yfir andlitið og hendir glimmer yfir Lucky Charms Where are my Lucky Charms? Veistu það, ég veit ekki hvort ég á að segja þetta Jú Á ég að lesa þetta fyrir ykkur? Já, hvað er með Þetta er á ensku Og please, ef þeir eru með börn í bílnum Nú megiði lækka Pása þáttinn eða Já, bara pása það þegar að skipa eitthvað Ok Jesus Ok, maður bara fyrir hjá mér hérna allt í henni Af hverju, síðan hvenær var ég allt í henni svona mikið blóm? Herðu, af öllum að röstur fari hjá sér Nákvæmlega Þá er þetta Ok, Rainbow Kiss is when a couple sem sé, Já, par. maður og kona heterosexual have sex while the female is on her menstrual cycle Ok and the man comes in her mouth and gets some blood from the woman's vagina and they kiss and they mix the contents of their mouths forming a beautiful rainbow kiss Já Nice Hvað, og ég googla eitthvað meira fyrir því núna Almáttugur Ég er það Ok, við skulum reynsa þetta aðeins til hérna. Teabag Tíbaka, já, ok Sko, við vitum hvað teabagging er Já Flesti vita það. Já, en mér er svo gaman hvernig þetta er skilgreint í hérna bókinni Það er sem sagt in the simple fetish the man repeatedly dips his testicles into the open mouth of his lover or passed out friend
In a motion similar to dipping a tea bag into a cup of hot water. Ég hafði ekki heyrt passed out friend partin af þessu. Nei, sko, þarna erum við komin inn á hérna óviljuga. Þetta er, já. Já, við viljum ekki við stýðjum þetta ekki. Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Hafið þið verið tíbekaðir? Nei. Unconscious? Nei, ekki svo ég viti. Og ef svo þá myndi ég ekki vilja vita það. Já, akkurat. Thank you so much. Jesus Christ. Þið eru maður svona eiginlega eftir sig. Það er sömt hérna sem ég langar bara ekki að segja henni svona, sko. Okay. Ég kom með Urban Dictionary núna í iPadin hjá mér, sko. Við getum flett öllu upp sem okay. Kentucky hvað stendur hérna? Ég Kentucky Klondike Bar. Klondike Bar. Það er súkkulaðist ekki. Gott með eitt með hann að googla. Ok, chili dog. Já. Þetta eins og síðast mér og það kemur latneska heitið á þessu líka. Það er svo chili dog eða mammae defecatus compressionis. Það er sem sagt to perform what often described as titty fucking on steroids in the man first defecates on his lover's chest. He then uses slippery poo as a lubricant to vigorously slide his member back and forth between her breasts. Og það eru sem sagt brauðið í pilsubrauðinu og já. A considerate partner allows his lover to lick off the mayonnaise já, mitt. Það er sjúkt fólk að noti, sko. Þetta er ekki við. Herðu, hvað er að? Þú veist, Kentucky, oh my god. Kentucky Klondike Bar. Og ég lesa þetta. Nei. Þetta er hræðilegt, sko. Nei. Þetta er hræðilegt. Ég var að setja línu ykkur starf í hann að þáttu. Já, þetta ekki. Ok. Sko, þið þrösturinn orðið rauður í andlinu, sko. Línan er farin, sko. Já, með heilt talabla, sko. Með hérna Rainbow Kiss. Já. Sko, Kentucky Klondike Bar. When multiple individuals eat a bucket of Kentucky Fried Chicken and become very horny. Aha, það er mjög mikilvæg partur af því. Já. Þess að hafið einhvern tíma verið graður á að borða Kentucky, strákar. Ekki segja mér þetta. Þröstur svaraði ekki. Nei, no comment. One of the individuals shits into the bucket. They then participate in a circle jerk and come into the bucket. Oh my god. Another individual covers the cum cream by shitting on top of it, thus completing the Kentucky Klondike Bar. Then the participants then eat the Klondike Bar. No way. Ég myndi samt kalla þetta frekar Kentucky lasagna, sko. Mismunandi lög. Já, þetta er ostasósan, sko. Já, svo lög af, þú veist, já. Veistu það, ég ætla ekki að googla meira fyrir þig. Okay. Oh my god. Þetta er hræðilegt. Hvað haldið að clutch oven er? Dutch oven. Það eru Dutch clutch oven. Já, clutch oven. Þegar einhver prumpar í lokuðum bíl fullum af fólki og skrúar síðan upp hitan til að magna lyktina mest. Jesus. Já, ég sá þetta ekki staðar. Þetta er eins og þegar maður prumpar undir sæng og breiði síðan sængin yfir konuna. Reyndar hef ég gert í bílnum, sko, veist, með krakkana. Ég hef verið eitthvað svona lækkað í, sko, útvarpinu og síðan held ég rúðunum fastum. Síðan ég alveg, beti, er einhver brunalykt hérna? Og þau eitthvað síðan reynaði að opna gluggan og það er ekki hægt. Jesus Christ. Jesus Herri, ok, veist hérna við var fara út í eitthvað sem er ekki svona ógeðslegt eða. Oh my god. Hvernig væri það? Ég bara síðan allir Herðu, þetta er eitt fyndin. Icelandic volcano. Nú? Icelandic volcano.
A Nordic man orgasm. Er það alltaf sumt? Nei, sko, það hefur tvenna þýðingu hérna. Annars vegar að það er hérna skandinaviskur aðili sem er að fá það kallmaður, og síðan hérna when something small and of little significance causes a major and disproportional clusterfuck. Disproportional, já, clusterfuck for a huge number of people. Þegar Eyjafjallajökull stöðvaði allt saman, alla flugumferð og eitthvað. Já. Viti hvað hérna Simba er? Já. Svona cirka. Hvað er það? Það var eitthvað að hérna strjúka bröndinu svona yfir ennið á og segja Simba. Færða í lóana þér. Já. Síðan rífur þumlinum í og síðan gerur á ennið Simba. Hérna er þetta er alveg magnað. Oh my god. Iceland Air. Já. Þegar kona setur ísmóla upp í pjölun á sér og lætur sér svo og sest síðan á hún kallmann. Ok. Áhugavert. Þetta er það Iceland Air. Iceland Air. Fyndið. Ekki trademarkað. Nei, ég trúi því. Ég ætla eiginlega að næst þegar fyrir Iceland Air spyrja hérna flugfræðarnir. Get ég fengið ísmóla? Já, akkurat. Veistu hvað Iceland er? Iceland Air. Veistu hvað Iceland er? Er. Oh my god. Herru, tökum nokkra viðbót og síðan hérna fekk ég fekk hérna e-mail frá Dada. No. Já. Ég fekk e-mail frá Dada. Nei. Og hérna sem ég ætla að lesa í lokin. Var það eitthvað í sambandi við kaldapottin eða? Nei. Það er bara skrítið e-mail sem ég ætla að lesa. Er þið með eitthvað, tvo í viðbót eða eitthvað? Jesús minn. Út af því að það er kosningar í dag, þá hérna skal ég finna eitthvað meira hérna íslenskt eitthvað. Iceland Cracker. Iceland Cracker. Iceland Cracker. Það er eitthvað hvítur íslendingur eða að guppa yfir prívatparta hins aðilans. Iceland Cracker. Ói bara. Já, ok. Ég veit frekar saklaust Russian toilet. Það er svona svo Russian roulette nema þú þarft ógeðslega mikið að gera númer 2 á klóstinu en það er bara rosalega lítill klósetpapir eftir þannig að þú ert að taka sjensin á hvort hann dugar eða ekki. Það er þetta ógeðslega fyndið bara á ég. Já. Jesus. Eitthvað við báðu það? Icelandic Pipe. Icelandic Pipe. Er það ekki bara íslenskt raskat? Nei, bara alls ekki. Hvað er það? Bara alls ekki. Hvað? Og fyllir smokk með kúk, fristir hann og lætur konur að nota þessi dildó. Oh my god. Sko, þetta Urban Dictionary Þetta er viðbjöður. Er fucking messed up, sko. En sko, hugmyndina stafi, sko. Þetta er hugmyndin þín. Þetta var ekki nei. Var þetta mín hugmynd? Ég var ekkert að segja eitthvað sem ég hafði heyrt úr þessu og þér fannst bara auðvitað hátta sem þátt. Já. En þessi þáttur er bannaðina 16. Alveg bara. Já, gott að segja það núna. Endum þáttin á því. Mjög gott að segja það núna. Hörðu, eigum að enda þáttin á e-mailinu sem það. Já, endilega. Það ekki? Please, kom okkur í burtu frá þessu. Já, þetta er komið nóg. Maður er einhvern veginn svona never again. Já, þetta er svona I feel violated. Þetta er svo gott shit. Oh my god. Það fyrst var ég leitt þetta er bara svona light-hearted síðan til að bara byrjaði Davíð í einhverju grófu og ég var leið ég get ekki haft neitt af hinnu hittir svo eitthvað svona Wi-Fi eitthvað maður eitthvað það er boring. Já. Herri, ég ætla að segja það er e-mail en staða. Herri,
Ok, Já. þetta er dagbókin hans. Þetta er dag, nú Herru, hann er að senda okkur dagbók. Já, ok, Ok, langt síðan síðast dagbók Daða. Já. Hæ, það er langt síðan ég skrifaði til þín. Ég ætla að senda þetta til Birkis svo ég geti verið með í þættinum. Sumarið er komið og þú veist hvað það þýðir. Summer lovin'. Happened so fast Eins og í grís, þið vitið. Ég sit í rúmkompinu minni og er með sumar ástina í fangin og það er og ég er að dýpþrótan. okay. Ég fæ hvítu fróðuna upp í mig og ég elska það og meðan í hendinni er ég að horfa á fótbolta en ég er náttúrulega ekki að horfa á fótboltan, ég er að horfa á sætur rassa, ég veit ekkert fótbolta. Það var ekki meira í dag. XOXO Daði. Ok, Daði var bara með í þessu þætti. Já, sko En hann kom allan upp sig að hann horfir ekki á fótbolta út af fótbolta. Nei, það eru bara lærin og rassarnir á þessum meðan hann er með sumarbjórin í hendinni. Já. Þetta er og hann kallaði þetta rúmkompuna sína. Já. That's a new one. Ég þetta er alveg búið að catch on hjá honum, sko Greinlega. Ég þarf að ringi í hann og segja takk fyrir að senda inn. Já Ég byrði að helsa Ég ringi í hann. Herri, komið nóg í dag eða? já, takk, já. Það er ekki. Ég þarf að fara að tannbursta mig bara eftir hérna þátt, sko Herri, afsakið með hann þátt. Sko, þetta er eins og crying game. Ég þarf að hlaupa í sturtun og sáfa með Já, þetta. ég mitt grátandi í styrstinni bara Já, It's a crying game. Hvað var ég að segja í þessum þætti? oh my god Herri, takk til næst. Takk í dag Herri, Takk í dag bye. Bye